Já, ég heiti Ólafur Ævarsson og geðlæknir og starfa hjá Streituskólanum og við höfum í nokkuð mörg ár verið að þróa nýjan aðferð til þess að færa fræðslu út til fólks, út í fyrirtæki, út í stofnanir og til dæmis félagsþjónustunar út af landi. Þar sem að við erum með kjörorðin að fræðsla til forvarna hjálpi þá starfsfólkinu til þess að takast á við álagið sem fylgir starfinu. Og dæmi svona prógram þá að kenna fólki að takast á við streituna, þannig að ná ekki að skemma eða verða sjúkleg. Og svo hefur líka fylgt þá fagfræðsla það sem fólk að glíma við og það nýjung að blanda þessu svona saman. Og þá byggja prógramin á að hugsa fyrir því að hlutinni verði ekki verri og að það myndist ekki sjúklegt ástand. Og streitufræðslan mjög mikilvæg því að það nú komið í ljós hvað hún algeng streitan. En hún mikilvæg líka vegna þess að hún býður upp á tækifæri til þess að efla geðheilsu sem ekkert minna mikilvægt en að efla líkamlega heilsu. Til þess að takast á við streituna þá þarf maður að vita 3 þætti. Og í fyrsta lagi að átta sig á því hvaða þættir eru álagsvaldandi. Það getur verið svolítið snúnar en maður heldur, maður þarf að hugsa það. Og í öðru lagi þá þarf maður átt að sjá því hvernig maður bregst við. Og ég öðruvísi en kannski Gunna, þannig að ég hef til þess að fresta, bara svo taka eitt dæmi. Í þriðja lagi þarf maður að hvíla sig, muna hvíla sig og hvenær þarf maður helst og mest að hvíla sig, það þegar álagið mest.